Já, ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og bókin heitir Dúkkuverksmiðjan. Þetta fyrsta bókin mín í þriðju persónu og fjallar þorp fyrir vestan. Gerist það mest vetur en ég fer líka rosa mikið fram og aftur í tíma. Og það í rauninni engin einn aðal karakter, heldur ég að fara á milli karaktera og skoða þá og svona þeirra tengingu. En svo líka Salteyri sem þorpið í bænum. Það líka með rödd og mikið að tala. Þetta bók ástina, dauðan og hún kannski aðeins svona heimspekileg en hún líka jarðbundin. Ég bara að fjalla fólk og þeirra tengsl og það sem þeir að gangi gegnum. En þetta líka smá svona spennusaga. Hún hefst á því að það karakter sem fær dularfullt bréf og í rauninni fer í rannsókn á því hver sendir bréfið og kemst á ýmsu bæði sjálfa sig og svona fjölskyldu leyndarmál og leyndarmál sem hefur lúrt í þessu þorpi. Þannig að þetta spennu, ástar og fjölskyldusaga úr íslenskum möguleika. Þegar ég var lítil þá ég fekk alls konar svona furðulegar dellur. Ég var að safna servéttum, glansmyndum og eitthvað svona og eitt af það sem ég fór að safna var svona postulínsdúkkur og þær voru ógeðslega creepy, þær voru það alveg. Og ég stillti þeim upp í herberginu mínu í röð og þær náttúrulega svona starandi en mér fannst það svo ótrúlega fallegar. Það voru allar í svona flauelskjólum og með glansandi munn en náttúrulega líta út eins og það séu liðnar, eða þú veist, þetta meira eins og svona barnalík sem voru í kringum mig. Og ég skil í hvernig mamma og pabbi leiði mér þetta. En ég þurfti þetta að segja við vinkonum mína sem sendi mér skilaboð daginn, hún var að stressa og opna bókina, að það engar dúkkur beint. Það svona, þú finnur kannski fyrir þeim sem anda, en verksmiðjan ekki þarna lengur náttúrulega og það engar dúkkur að fara að kreika eitthvað svona, þannig að það þarf enginn oftast það. Forlagið.